við byrjuðum það ferli að verða foreldrar fyrir 1,5 ári síðan í febrúar 22 þegar ég varð ólétt í fyrsta skipti og síðan þá erum við búin að missa 2 börn á meðgöngu. Fyrsta meðgangan var allt öðruvísi en önnur meðgangan. Ég var einhvern veginn svolítið að upplifa svona kraftverk lífsins í fyrsta skipti og fannst það svo sérstakt og fannst einhvern veginn ótrúlegt að fá að vera sem manneskja sem var ólétt og síðan þegar við fengum að sjá hjartsláttinn og þetta var raunverulegra einhvern veginn og mér leið einhvern veginn eins og ég væri búin að svolítið uppkvæta tilgang lífsins að vera að ganga með einhvern auka hjartslátt innra með mér. Upplifði mjög sterka tengingu við barnið og til dæmis fór í ferð sem skömmu áður en ég síðan byrjaði að missa á svona minn svona gríðastað fyrir vestan og leið algjörlega eins og ég væri svona að fara með barnið í fyrsta skipti þangað og það var komin alveg mjög mikil tenging en síðan nákvæmlega ári síðar verði ég ólétt aftur og það var ekki gleðilegt einhvern veginn, það var gleðilegt í sólarhring og svo tók kvíðinn við. Ég var svolítið líka föst í sorg yfir fyrra barninu en var mjög meðvituð að einhvern veginn að ég vildi geta gefið þessu barni rými og bæði bara upp á að ég veit ekki, ná ekki að tengja við það þegar það yrði fætt eða líka var ég meðvituð að ef ég myndi missa aftur sem að ég var alveg hluta mér var samfærður að þá vissi ég myndi sjá eftir því að hafa ekkert upplifað meðgönguna og upplifað tengingu við þetta barn. Þannig ég held ég hafi staðið mér alveg ágætlega í því að ná að voru svona góðir vasar svona inn á milli sem að maður náði að finna fyrir hvað var ótrúlegt að vera óléttur og við vorum búin að sjá hjartslátt 2 svar og sáum það var allt á réttri leið en síðan komum við bara til að róa okkur í sónarviku eftir og þá vorum að fara í ferðalag með fjölskyldu mannsins míns og fengum því miður ekki ró heldur fengum við að heyra að það var ekki hjartslátt lengur og það var svona hlutamanni var eitthvað sannfærður út af þessari fyrir reynslu að þetta myndi ekki verða barn sem við fengjum í hendurnar en svo var annar hluti sem var bara virkilega búin að taka inn það sem allir voru að segja bara þetta er mjög ólíklegt að gerist aftur og bara þetta verður bara flott og sá hluti var bara trúði sig ekki og ég er alveg ennþá að reyna að ná utan að það hafi gerst aftur það er bara einhvern veginn óskiljanlegt þannig að við tókum mjög óraunverulegi dagar þar sem að ég gekk í rauninni með bara dáið barnið mitt í maganum og við fórum í ferðina fórum til Ítalíu það voru fáir sem hefði getað stutt okkur heima það var páskana þannig við ákomum að fara og vera þá allavega með fjölskyldu mannsins míns og það var bara mjög skrítin en undarlega góð upplifun. Mér þótti líka vænt að eiga svona síðustu daga með barninu og síðustu daga að vera ólétt. Áður en ég misti fyrsta skipti var ég búin að vera að lesa mér svolítið til fæðingar og svona hvernig maður getur átt valdablandi fæðingu og svoleiðis. Hafði svolítið áhuga á því og í rauninni þegar ég fann að það stemdi, ég væri mögulega að fara að missa, þá fór ég svona að undirbúa mig sem gerði það verkum að ég náði, hlutin af fósturlátinu sem ég upplifði sem fæðingu var, ég hafði meira svona vald á honum en ég hefði haft ef ég hefði bara farið eftir þeim litlu upplýsingu sem ég fékk í rauninni frá hjúkrunarfræðingum sem ég talaði við og það skipti mig miklu máli og bæði í fyrra skiptið
það var reyndar kannski svona aðeins traumatískara, ef maður getur sagt það, að þá urðu, þú veist, samdrættirnir þeir voru mjög miklir og verkinir urðu svo óbærilegir að ég var hrædd að ég væri kannski að deyja og við fórum á bráðamóttökuna hjá kvennadeildinni og ég var svona næstum með óráði, eða ég var ekki með mikla meðvitund, ég gat alltaf labbað og ég var sett beint í hjólastól og var alveg föl í framan og ég held að þau hafi verið hrædd að ég var að fara í lost eða eitthvað. En maðurinn minn sem er búinn að með svona skyndihjálp í óbyggðum, hann var búinn að fylgjast með púlsinum og eitthvað svona og vissi að það væri ekki þannig. En eitthvað hluta örugglega bara út af sársauka, þá var ég að sýna þessi einkenni. Þú veist, ég var að kasta upp og eitthvað og síðan þurftum við að bíða svolítið eftir lækni til að koma og skoða mig. En á meðan við vorum að bíða þá í rauninni leið sársaukin hjá og það kom í ljós þegar hún skoðaði mig að þá hafði sem sagt fóstursekkan setið fastur í leghálsinum og þess vegna voru þessi gríðarlegu verkir og sem að eftir seinni fósturmissin veit ég að þarna hefði ég getað, sérstaklega ef ég hefði fengið mér í fræðslu sem mér finnst það ætti klárlega að vera, þá hefði ég vitað að ég ætti að reyna kannski að rembast meira og svoleiðis. Það eru kannski ekki skýr skilaboð sem líka við gefum manni þegar fóstrið er svona lítið, en út af í seinni missinum þá var ég að rembast út af ég vissi ekkert neginn hvað var í gangi og óbærilegi sásökin var mun skemur. Þá voru bara að tala kannski 20 mínútur í staðinn fyrir klukkutíma. Það sem ég áttaði mig á eftir á var fóstursekkurinn var tekinn án þess að ég í rauninni var spurð þannig ég hefði ekki færi á að bæði að sjá barnið og ég hafði ekki færi á að ákveða hvernig ég átti að jarðsetja það og ég hef verið mjög ósátt við það og það ég veit að til dæmis á Bretlandi þá er lagt mikið upp úr því og ekki síður í snemmbúnum fósturmissi að fólk ráði þessu og ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir sorgina og það kannski bara sýnir það að þetta truflar mig ennþá núna 1,5 ári og þú veist annarri meðgöngu síðar en í seinni meðgöngunni þá náði ég það var mjög friðsælt, við vorum í þessu ítalska húsi sem við vorum að leigja með fjölskyldu mannsins míns og við vorum með bara okkar eigin svítu út af þá þú veist eina herbyggi sem var með sér baðherbyggi og náttúrulega mikið þarf á því og þeir voru að bíða eftir fósturlátinu og þegar það fór á stað þá þá bara, þú veist, náði ég að anda mig í gegnum það og þegar þú veist, verstu samdrættinir voru búnir að þá og það hefur verið þá þegar að fylgjan og fóstri voru komið gegnum leghálsinn þá sá ég bandið og það var mjög mikilvægt og bara minning sem ég hugsa oft og í hvers skipti líka sem ég byrja að ósjálfrátt gera lítið úr reynslunni út af einhverjum samfélagslegum skilaboðum sem ég fæ þá hugsa ég bara barnið mitt sem ég sá og það er nóg til að ná einhverju svona jarðtengingu við þetta var eitthvað neginn og það hefur líka bara skipt mjög miklu máli að geta ráði hvernig við jarðsetjum það er svo áþreifanlegt í þessum missum hvað maður hefur ekkert eitthvað neginn og ég tala nú ekki þegar að fóstri líka bara tekið og maður fær ekki einu sinna bara eins og það sé eitthvað bottlangið eða þú veist já, það gerir maður mjög reiðan en líkamlega áfallið er gríðarlega mikið þetta er svo ofbeldisfullt eitthvað neginn það sem gerist fyrir líkamæðin ofan að það kemur sorgin og læra að lifa með því
að fara síðan að eiga að fúnkera í einhverju samfélagi sem kannast ekki á nokkurn hátt við að þú hafi verið að missa eitthvað. Það sem þetta gerðist á fyrsta þriðjungi að það er einhvern veginn svona ekki augljóst að maður megi tala þetta hafi verið barnið sitt eða að maður hafi upplifað einhvers konar fæðingu sem ég upplifi klárlega ég gerði. Þótt það sé mjög margt sem maður tekur inn sem maður lætur maður gera lítið úr reynslunni sinni og ég einhvern veginn oft hugsa mig sjálf mér er ég bara að gera það eins og mikið úr þessu eða eitthvað svona en þá komu bara skilaboð frá líkamannum sem segir mann svo skýrt að það er bara ekki þú veist, í hvers skipti sem ég fer að tala þetta við eitthvað þá byrja hendurnar mín að skjálfa óstjórnlega og þótt að ég hef oft efast sjálfa mig þá hef ég getað bara litið að það og hugsað nei, þetta er bara alvöru bara rosalegur lífsviðburður og það hefur gert mig mjög reiða hvað það er gert lítið úr hennum og hvað það gefið lítið rými fyrir algengi misklingar einhvern veginn að maður sé bara svona pínu desperate að eignast eitthvað barn eða eitthvað eða þú veist það kemur oft eitthvað svona já þetta kemur nú hjá ykkur og það bara er ekki alveg þú veist það er ekki, við erum ekki alveg að tala um það sama hugtækið snembúin fósturmissir getur verið pínu villandi út af því að það er rosalega mikið búið að gerast í líkamanum þínum þú einhvern veginn, ekki bara maður búin að gangi gegnum þú veist, morgun óklæðin og allt það en ég til dæmis í seinni fósturmissin fætti fylgjuna bara í heilu lagi hún var alveg frekar stór, ég var búin að búa til heilt líffæri og þú veist, heilt pínulítið barn, ef maður má telja það með sem barn það var með, þú veist, hendur og fætur og augu og ég, sem sagt, eftir hennar fyrsta fósturmissi þá hef ég þurft að vera í sjúkraþjálfun það bara tryggeraði ykkur grindaverki ég get ekki ennþá hreyft mér svo áður og ég líka með ör á kinninni eftir seinni meðgönguna og það ég fekk útbrot þannig það er einhvern veginn mjög margt sem hefur breyst og ég held að það einhvern veginn að við sem samfélag og ég líka áður en ég upplifði þetta skiljum það ekki alveg þegar við tölum um snembúin fósturmissi og það er einhvern veginn eins og þetta eru börn sem verða til en samt er ekki alveg til út af það einhvern veginn er ekki samfélagslega viðurkennt og ég verð að segja þegar ég tala um þetta að þetta sé ekki viðurkennt í samfélaginu þá er svona gleymri og þetta og aðri sem maður þekkir sem að hafa mist það er hópur sem að virkilega skilur og þótt að sé fólk sem hefur mist mun seinni maður sjálfur og maður er alveg, ég ætla ekki að bera saman það sem við höfum upplifað þá líður maður eins og maður mætir alltaf skilningi eitthvað neginn og það er líka bara mjög gott að geta komið eitthvað rými þar sem það er svo fáið staðir þar sem maður fær að upplifa að maður var foreldri eða það er eða ég veit það ekki þannig það er alltaf mjög gott allt sem að maður getur gert til að svona muna smá eftir þessum krílum og upplifa einhvern veginn maður hafi eitthvað smá hlutverk gagnvart þeim